er sjómannadagurinn bara á sunnudaginn. Það væntanlega stór dagur í þínu lífi, sjómaður alla ævi. Það bara einn af stærstu dögunum, sko. Það kemur svona á eftir jólunum og já, páskunum kannski. Já. Það eru leitið þetta toppurinn. Já. Þú ert búin að vera á sjó lungan á ævi, en manstu eftir, hvað ertu gamall þegar þú manst eftir svona fyrsta sjómannadaginn? Na, nú veit ég ekki. Ég náttúrulega bara krakki, sko. Já. Sjómannadagurinn byrjar 38 ef ég maður rétt og einhverju örstuttu seinna hérna. Ég fæddur sem sagt 48. Já. En búinn að vera náttúrulega við allan tíman. Hversu ungur ferð á sjó? Ég er ekki með svona 10-11 ára, þá fyrir ég ró og sumri með Hafagamla og hef búinn að vera viðlóðandi bryggjuna síðan. Já. Fyrst á trillum og svo aðeins stærri bátum og kom á síld 16 ára. Og já, vertíðum og alls þar. Trolli og netum og nendu það. Þú ert semst búin að prófa allt sem hægt er að gera í sjómennsku. Allar stærðir af skipum. Nema núna eins og makríl og svoleiðis, en loðnu og net og snurf og allan pakkan. Já. Hvernig voru síldarárin? Hvar varstu þá? Ég byrjaði 16 ára á Baldvin, Þorvaldssyni frá Dalvík, Bjössakoppa og já, svo tekum við hérna Þorleifarnir og Sigurbjörg var þar lengi, síld út allt og bara ævintýri. Já. Að vísu líka kuldi og vosbúð, þetta er ekki bara ævintýri eins og á Siglufirði, sko. Það vantar í það alla drölluna og erfið og vosbúð. Á safninu? Já, til dæmis, sko. Já. Eins og margir segja. Já. En þetta var, þetta var ævintýri. Miklar fjarvistir. Já. En þú ert búin að vera sem sagt á trillum og síldinni og ísjóstórum og frystitórum. Já. Þú varst það líka. Ég var þar og byrjaði á Mánabyrginu. Keypti svo bát og fór út í, eins og ég ætlaði mér alltaf, sko, en þetta blöndaði alltaf. Þá var ég búinn að reisa mér lítið fiskhús og verkuðum allmörg ár, saltfisk og svo grásleppurhrogn og en já. Sem var búin að vera að síðustu 25 árin eða svo? Já, ég er búinn að vera svona, við erum búin að ráða okkur sjálf eins og maður segir. Já. En hvað þegar þú horfir yfir ferilinn, hvaða svona er eitthvað skemmtilegast af þessu? Er skemmtilegast að vera á trillu eða er eitthvað eitt sem er þannig? Nei, ég segi ekki allir. Svona í minningun allir sé ekki skemmtilegast þegar ég var á Sólberginu, held ég. Þetta voru svona toppnaglar og Og það máttu veiða alveg að vild? Já, það var náttúrulega mikið. Já, þetta var ævintýri, við veitum, grimt. Og eins og ég segi, þetta voru því líki karakterar sem voru með manni að maður getur allan að brosa þegar við koma svona upp í hugan, sko. Já. Þó þessi svona sumir gengnir. Já. En það má ekki veiða eins mikið í dag? Nei, þetta eru tómar bremsur og vesinn. Og já, búið að trufla marga, það sem menn ætluðu sér, sko. Ég fékk leyfi fyrst til að veiða 100 tonn þegar ég keypti þennan plastbát frá Noregi. Og svo þegar 3 árum seinna þegar kvótinn er komin á, þá var ég komin í 24 tonn. Þar með raskaðist það dæmi og maður stóð eftir með skuldir og vesinn. Ég bjargaði mig með því að hann fór í úreldingu, sko. Minnkaði við mig bara, keypti minni bát og það hefur svona, allt í lagi, við hefum lifað á þessu og líður vel. Hérna erum við hjá Freygerði, bátniðinum. Já. Falleg hér í sléttu. Tengdamóður minnar. Já. En vertíðin er búin? Vertíðin er búin, 32 dagar. Já, það er öll ósköpin. Já, núna. Við erum búin að eyðileggja þetta sjálfur. Með brjálæði nokkur síðust ár. Veið allt og mikið og sprengja markaðinn. Já. Þannig, en hvað þýðir það í tonnum tali hjá þér? Svo núna? Já. Ég náði í 13,6 sko, þannig að það er ekki slæmt miðað við marga. Nei. Þú ert einn að veiða og einn að verka. Við verkuðum ekki núna, ég setti þetta á markaðinn á Siglufirði og Já. En þú hefur verkað öll þessi ásand? Já, saltfisk og grásleppu. Nú er Ólafsfjörður svona lítið sjávarpláss en það var mikið líf í höfninu hérna árum áður. Það er ekki eins mikið líf núna. Nei, þetta náttúrulega byggðist bara upp á grút, sko.
og meðan að menn voru frjálsir. Nú eru alls konar höft, enda þessum byggðarlögum flestum að blæða út, það sér það hver maður. Og maður sér ekki alveg hvað kemur í staðinn. Nei. Fólk heldist og þú þekkir nú til hérna svolítið. En samt höldum við upp á sjómannadaginn, hressir og glaðir. Hann toppurinn sko. Og við erum með flott fólk, sjómannafélagið, slysavörnardeildirnar, sem að gera þetta að deginu sko, presturinn, kórinn og allir pakkin, skrúðganga og til landsins þá er reynt að gera eitthvað fyrir alla eða sem flesta sko. Mér sýnir svona að þetta sé heldur og upplið aftur í kringu landið, þetta var orðið ansi dapurt. En þú ert byrjaður á nýrri iðju, þú ert farin, þú kannt vel við plastbátana, það vel að þú ert farin að flytja inn? Já, þetta er bara ævintýramennska. Eins og ég segi, ég fekk leyfi hjá konunni að kaupa mér einn lítinn ef ég losnaði við þennan. Já. Svo bara vatt þetta utan á sig og ég tók 4. Frá Pólandi? Já, gerðist bara söluaðili og búinn að selja einn og alltaf eiga einn. En fyrirtæki heitir Doddi skó? Já. Það er nú saga á bak við það nafn? Já, ég notaði bara nafnið á pappa. Hann var alltaf kallaður Doddi skó og var alinn upp hjá Sigga skó sem var hérna og Ellömu og þaðan kemur þetta og við notum þetta. Skóarafjölskylda bara. Já, allir Ólafsfirðingar, allir eldri Ólafsfirðingar þekkja Sigga skó, Dodda skó. Já, Línu og allan. Jú, það var náttúrulega bara sjálfsagt að nota þetta nafn. Mörgum finnst það skrítið vera í útgerð og selja báta og svoleiðis og svo kemur þetta skó. Svona eins og skrattinn og sauðarleggnum sko. En jú, þetta er bara gaman að þessu. Maður hefur séð furðulegri nöfn heldur en þetta. Miklu skemmtilegra heldur en eitthvað númer og svoleiðis. En þetta er grunnurinn undir þetta.